ótrúlegur leikur, hvernig metur þetta? Já, ég sé marga leikjum tíðina að sé svona einn af þeim ótrúlegur. Þetta var voru skemmtilegt áhorfendur að horfa á þetta, mikið af mörkum og annað, en við erum mjög svekktir með frammistöðu okkar í dag. Bara alls ekki nógu góð, sérstaklega varnarlega. Mér fannst svo sem spilið og sóknarleikurinn í ágætis lagi, skora 4 mörk sem alveg held að duga til að vinna fótboltaleiki, en það var langt í frá í dag og bara mikið hrós á Írringa. Þeir nýttu sína sóknir og sín færi gríðarlega vel, voru mjög kröftigir og bara verðskuldaði sigur í dag. Varnarleikurinn var mjög slakur, hvað fór úrskeiðis? Þetta svo margt og það ekkert að benda á eitthvað eitt, þetta bara allt liðið sem þarf að vera betur frá fremsta til aftasta manns og eitthvað sem þurfum að bara ká hann í. Sumörkin kannski kem lík og menn þurfa að taka meira ábyrgð, allir sem einn. Við erum með marga reynda leikmenn sem spiluðu í bestöldinni í fyrra á móti bestu liðum landsins og þar var varnarleikurinn töluvert betur en að vera í dag, þannig að ég held að þessi nokkur ástæður við þurfum að taka til og gera betur í næstu leik, það sé ekki spurning. Eins og segir þá skoruð þið 4 mörk, það á að vera nóg til að vinna leikinn, bara hvernig fannst þér sóknarleikurinn? Já, ég segi, mér finnst sóknarleikurinn bara allt í lagi og skorum við 4 mörk, þeir skora fleiri, fengu færi og hann varði vel í markinu í nokkur sinnum, þannig að sóknarlega bara fínt, en ég segi, varnarleikurinn öllu liðinu ekki boðlegur og langt frá því sem við höfum sýnt undanfarin ár. Þetta bara versta varnarframmistaða sem ég sé ekki á afturvíkarliðinu í mörg ár og eitthvað sem við þurfum að skoða gaumgæfilega fyrir næsta leik á móti Völsungi á föstudag. 7-4, tilfinning mín var svo að þið varuð að klúðra úr fleiri færum heldur en þeir nýttu eiginlega allt. Fannst þetta bara sanngjörn úrslit? Já, ég meina markmann lífur ekki, þeir skoruðu 7 mörk og við getum ekki búist í að fá eitthvað út á leiknum þegar við fáum 7 mörk á okkur, það sé engin spurning. En segi, bara mikið hrós þá líka fyrir að nýta færin sig vel og betur en við fengum svona eitthvað færi til að skora ennþá fleiri mörk en ég held að það væri frekja og skrítið að vera að segja að við mátt eitthvað meira skilja út á leikur fengum í dag því að þetta var ekki nógu gott, en nú fyrsti leikur búinn, vonandi skrekkur í farin á mömmu því að veist það eitthvað skrekkur í mönnum og bara hugafærið ekki nógu gott sérstaklega í byrjun leiks þar sem að þeir skora 3 mörk mjög snemma og við þurfum að kvitta fyrir þetta í næsta leik á móti Völsungi, það er ekki spurning. Hver voru eiginlega skilaboðin í hálfleik? Ég meina, við höfum alltaf tíma trú og ég var ánægður með strákana að halda áfram tíma. Við vorum að banka náma síðustu sekundu alltaf að skora mörk og með þess trúin þetta staðar alltaf tíman en þú veist, leiðu við skoruðum þá leiftum við þeim alltaf aftur marki framorku með að fá marka á okkur, þannig að það var svona vandamálið og við tölum með það í seinni hálfleik að við getum skorað mörk og komist inn í þetta og við skoruðum mörk í seinni hálfleik en við fengum ekki bara alltaf mörk marka á okkur til viðbótar, þannig að þetta fór frá okkur en það var trúin var til staðar í hálfleik og bara, já, furðulegt hvað var auðvelt að skora okkur í dag.